vil þiggja þann frið færir þú. Nóttin kemur en ég mun ekki hræðast ég dvel í skugga vængja þinna. Í skugga vængja þinna. Í skugga vængja þinna. Undir vængjum hans má ég hælis leita, trúfesti hans skjöldur minn. Örvar fljúga en ég mun ekki hræðast ég dvel í skugga vængja þinna. Í skugga vængja þinna. Í skugga vængja þinna. Ég vil dvelja í skugga vængja þinna. Ég vil þiggja þann frið færir þú. Nóttin kemur en ég mun ekki hræðast ég dvel í skugga vængja þinna. Í skugga vængja
snýst það að ef að þú ert þjónn Guðs, að þá ertu þjónn hans, þú ert ekki að gera þinn vilja, heldur ert að gera hans vilja. Lífið okkar, ef við erum kristin, þá þýðir það að við tilheyrum Jesú Kristi, og þegar ég var ungur að þá lærði ég það að Jesús, hann væri drottinn í mínu lífi. Og þetta var ennþá á mjút, en núna kemur þetta svona skýrt. Versið sem að bara mig langar að gefa okkur í dag, eða hljómaði í hjarta mínu, er þetta: berstu trúarinnar góðu baráttu. Það er þetta hérna aðeins. Þetta er í Tímóteusarbréfi, 7. kafla, 1. Tímóteusarbréfi, 7. kafla og vers 12. Kannski kemur það hérna upp á áður en að ég finna, já, berstu trúarinnar góðu baráttu og höndla þú eilífa lífi sem þú varst kallaður til og játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Við vitum það að lífið er barátta, svo vitum við það að trúin er líka barátta, og sérstaklega á okkar dögum að þá er það barátta að játa kristna trú. Og það hefur kannski aldrei verið meiri barátta heldur en einmitt nú í lok þessara daga. En baráttan sem við eigum í, hún er ekki við menn að holdi og blóði, þannig að það er gott að athuga það. En Biblían segir að hún er við tignir og völd. Það er eitthvað hérna ósýnilegt í kringum okkur sem við ekki sjáum, sem er að herja á okkur. Og Biblían, hún eiginlega segir okkur að það er ákveðið tímabil í sögunni, og við lesum þetta í Opinberun Jóhannesar, 12. kafla, þar sem segir að það er persóna sem að margir segja sé ekki til, og aðrir segja að það sé frá honum komið að hann sé ekki til. En það segir hérna, hann er stiginn niður til yðar í miklum móð, og þessi persóna er kallaður djöfullinn, og ég man það einhvern tímann myndist ég á djöfullinn, og þá kom til mín kona eftir samkom og sagði: það á ekki að tala djöfullinn í kirkju. En Biblían talar djöfullinn, Jesús mætti djöflinum, og það er sagt að djöfullinn freistaði Jesú, og Jesús svaraði honum í 4 gang minni mig með orði Guðs. En hér segir djöfullinn er stiginn niður til yðar í miklum móð, og þetta er Opinberunarbókin 12:12, því að hann veit hann hefur nauman tíma. Og þetta er svolítið athyglisvert vers, að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hann ætlar að gera mikið á skömmum og stuttum tíma. Þannig að það er barátta. Í Kólossubréfinu 2. kafla og 1. versi þá talar Páll þessa baráttu trúarinnar, og hann segir: ég vil að þið vitið í hversu mikilli baráttu ég á í. Já, þetta er eitthvað skrítið með hljóðið hérna. Hversu mikilli baráttu ég á í. Viltu lækka masterinn á mixernum kannski örlítið? Svona, já, þetta er gott. Hversu mikilli baráttu ég á í vegna yðar og þeirra í Laódíkeu og allra þeirra sem ekki hafa séð mig sjálfan. Þannig að alveg í upphafi að þá var stríð og það var barátta, og á þessum dögum er það sem að Páll segir við Tímóteus: berstu trúarinnar góðu baráttu.
Og við lesum að það virðist vera að Tímóteus, hann var lærisveinn Páls, og við lesum á öðrum stað að Páll segir við hann, Guð hefur ekki gefið okkur anda hugleysis eða anda ótta, heldur anda máttar, kærleika og stillingar. Þannig á þeim dögum þá var þetta líka barátta að kannast við Jesúm Krist. Og í dag að þá eru menn að reyna að kæfa orð Guðs. Biblían segir að Guð mun dæma þá sem reyna að kæfa eða taka orð Guðs út. Og það svo skrítið með þessa baráttu. Hann sagði unglingaforstöðumaðurinn í Reykjavík var að segja okkur að það mikið ungu fólki sem að koma inn, en það líka mikil barátta í kringum það, og margir foreldrar kannski vilja ekki leyfa þeim að koma á samkomu. Og það ekki skrítið að fólk vill ekki leyfa unga fólkinu að koma og læra að þekkja Jesú. Og hann tók dæmi að það var einn ungu maður sem hann sagði, það nú eiginlega bara einn af mínum bestu mönnum, að einn daginn þegar ég kom þá var hann bara niðurbrotinn og vildi bara enda líf sitt. Og það sýnir okkur að þessi barátta sem við eigum í, hún ekki bara við einhverja menn út í bæ, þetta barátta við ill öfl. Og ill öfl sem reyna að brjóta niður huga okkar. Og baráttan fyrir okkur flest í huganum. En það skrítið með, hann segir bestu trúarinnar góðu baráttu. Og málið að trúin í rauninni það sem opnar dyrnar fyrir Guði. Og það trúin sem að óvinurinn vill kefja eða taka út úr okkar lífi og koma í veg fyrir að við trúum. Honum alveg sama þó þú farir í kirkju allt þitt líf, kannski borgið 10 og sért í kirkjukórnum og allt þetta, það skiptir óvinnin engu máli, en þegar þú ferð virkilega að trúa orði Guðs og trúa því að Jesús sé sá sem hann segist vera, og þú ferð að framganga í því og þjóna honum og fara út með hans orð, að þá þessi óvinur á móti þér. Og það það sem að Páll að tala bestu trúarinnar góðu baráttu. Og Biblían segir á einum stað að án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Og við vitum, muniði hvaða bæn Jesús bað fyrir Pétri. Já, það kannski það. Er það þetta sem að... Viltu pröfa að slökkva á skjáanum? Já, bara vita hvort það lagar málið. Já, það lagar bara málið alveg helling. Það málið. Þá þarf að laga það fyrir næstu samkomu. Það eitthvað í skjáanum sem þarf að laga. En það var með Pétur og Jesú. Pétur bað ekki fyrir Jesú, Jesús bað fyrir Pétri, að trú hans myndi ekki þrjóta. Og mér fannst það svo magnað að, Pétur hafði gert stór mistök, hann hafði afneitað Kristi, og Pétur hann var kannski ekki upp á sitt besta þar, og það einmitt á þeim tíma sem að óvinur okkar djöfullinn kemur að okkur og byrjar að rífa okkur niður. En Pétur sagði, ég beði fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Og þessi barátta, hún hefur verið í gangi alveg frá aldingarðinum Eden. Þegar að þau, Eva og Adam, voru í garðinum, að Guð, hann gaf þeim sitt orð, en svo kom óvinurinn djöfullinn og sagði, það satt að Guð hafi sagt? Og þessi spurning, hún hljómar enn þann dag í dag. Það satt að Guð hafi sagt? Og svo kom hann með
aðra leið fyrir þau sem að þau féllu fyrir. Og þessi leið ennþá í gangi að óvinur okkar kemur með, það eru önnur trúarbrögð, það eru annar Jesús og það eru, ég veit ekki hvað eru mörg trúarbrögð í heiminum. Og þess vegna segi ég, það skiptir máli hverju þú trúir. Það skiptir svo miklu máli hverju þú trúir, sumir segja það sé bara nóg að trúa einhverju eða trúa á eitthvað, en sjáðu það skiptir öllu máli hverju þú trúir. Og hann segir bestu trúarina góðu baráttu og höndla eilífa lífið. Sumir halda að trúin sé bara fyrir þetta líf, en Páll segir ef trú okkar nær aðeins til þessa lífs, þá trú okkar fánýt. Trúin snýst Jesús, hann elskaði svo heiminn, eða Guð elskaði svo heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir ekki glatist, heldur hafi eilíft líf. Þannig að bestu trúarinnar góðu baráttu og höndla eilífa lífið. Og það oft þannig að fólk verður þreytt á að berjast. Og við vitum að það eru fæstir sem langar að fara í stríð. Það var hérna Úkraínumaður sem kom, og hann kom hérna á samkomur, ég veit hann á Akureyri núna, hann kom á samkomur til okkar, hann hafði særst í stríðinu núna og vitið að þegar hann var búinn að ná heilsu, að þá flúði hann til Íslands. Hann vildi ekki fara aftur á vígvöllinn. Og það er bara hérna mjög eðlilegt að okkur langi ekki til að vera í stríði. En það samt, það ágætt að vera í stríð, vera hérna í her á friðartímum. Þá gott að vera á góðum launum í hernum og vera hermaður og vera með byssuna á bakinu og flottu uniform og allt það. Og vitið það að þetta bara talaði til mér, þetta eins í kristna heiminum að meðan það kannski ekki virkilegt stríð í gangi og ofsóknir gegn okkur, þá getur bara verið gott að vera kristinn. En það ekki endilega gott að vera kristinn í Pakistan, í Indlandi, í Sýrlandi eða þessum löndum í dag. Þessi trúsyskin okkar, þau að berjast trúarinnar góðu baráttu. Og í gegnum tíðina, ég var að skoða nokkra ritningarstaði hérna að þegar Guð talaði til Móse, þá hérna sagði Móse, sendu bara einhvern annan. Ég búinn að fá nóg af þessu stríði. Sendu bara einhvern annan. Og Páll hann segir frá því að það var einn samverkamaður sem hét Demas, og það reyndar í öðru Tímóteusarbréfi að hann bara hætti. Hann sagði bara, ég hættur, ég farin, ég nenni ekki að taka þátt í þessu stríði lengur. Og við lesum það líka í fyrra Tímóteusarbréfi 4. kafla, 1. versi, að það mun verða á hinum síðustu dögum að margir munu ganga af trúnni. Það eru margir sem munu hætta að trúa. Andinn segir berlega á síðari tímum, munu sumi ganga af trúnni, gefa sig að villuöndum. Það var ekki endilega að horfa á sjónvarpið, það nóg að villuöndum þar, en það eru aðrir andar. Hvað eru villuandar? Það eru andar, ósýnilegir, með aðra kenningu heldur en Biblían með. Og þetta var strax í frumkirkjunni. Og þetta enn þann dag í dag, og svo segir villuöndum og lærdómum eða kenningum illra anda. Og við erum að sjá og höfum séð að ég hef séð það að margir sem byrjuðu með mér á göngunni, trúargöngunni, eða kannski ekki margir, einhverjir hafa gengið af trúnni og segjast ekki trúa lengur. Ein stúlka sem var með mér á biblíuskóla, ég man að hérna í Bandaríkjunum að hún segist ekki trúa lengur. Þannig að Biblían sagði þetta fyrir, þannig að spurningin hvað gerum við þegar við sjáum að fólk fer í aðra átt. Það gamall sálmur
sem kemur svo oft upp í huga minni. Ef bróðir einhver bregst úr leik, þá bjóð fram tvöfalt lið. Ef einhver fellur úr, taktu þá starfið hans líka stund að minnsta kosti. Og það einmitt þetta að berjast trúarinnar góðu baráttu að sjáðu til ef einhver hættir að trúa, það hefur ekkert áhrif á mig. Ég er sannfærður í minni trú að Guð skapaði heiminn, að Jesús kom til að deyja fyrir synduga menn og það hefur ekkert breyst, hvort sem þú trúir eða trúir ekki, það breytir ekki minni sannfæringu. Og þó allur heimurinn verða á öndverðum meiði við mína sannfæringu, að þá breytir það ekkert minni sannfæringu. Hins vegar getur stundum verið þreytandi að berjast þessari baráttu og að reyna að sannfæra einhvern sem vill ekki trúa. Það það sem að þreytir okkur og það það sem kannski dregur oft úr okkur. En það þá sem Páll að segja, bestu bara trúarinn að góðu baráttu. Og ég sagði frá því daginn að það var einn af hermönunum hans Davíðs, að hann var að berjast og hann var orðinn þreyttur. Og margir kristnir segja í dag, ég heyrði þetta orð, kulnun í starfi. Og ég man alltaf eftir því að það var góður bróðir frá Filippseyjum sem var í heimsókn. Hann má segja að hann hafi verið postuli, hann dó í fyrra. Hann hafði yfirumsjón með yfir 100 kirkjum á Filippseyjum. Og hét Ed Fernandes, hann kom til Íslands 1986 og þá héldum við samkomur út í Gró og þá voru sennilega 150-200 mann sem kom á samkomur og hann var kallaður maðurinn með kraftinn. Hann var eftir það eitt sinn á Íslandi og var að tala við góðan vinn minn og sá vinnur sagði ég eiginlega útbrunnin, þess vegna hætti ég að starfa. Og þá segir einn við hann, ég trú ekki á það. Ég bara trú ekki að það sé hægt. Og þetta er eitthvað sem ég man alltaf af því að trúin, sjáðu, ef þú trúir, þá færðu alltaf nýjan kraft. Ef þú slakar á, þá verður þú þreyttur. Og ég hef upplifað það sjálfur og sem sagt að ef ég slaka á í trúnni, slaka á mínum fyrsta kærleika til Jesú, að þá kemur þreytan inn. En þegar við elskum Jesú af öllu hjarta og trúum og segjum Drottinn, ég vil bara fylgja þér sama hvað, þá kemur alltaf nýr kraftur. Nú, það er eðlilegt að vera þreyttur og það er mismunandi þreyta. Við vorum á leiðtogahelgi og helgina nokkur og þá vorum við eina spurningunum sem við áttum að svara í svona hringborðsumræðum var hvað gerirðu þegar þú ert þreyttur? Og túlkurinn minn þreyttur. Já. Nú gef ég inn í smá pásu. Spurningin hvernig þreytt það? Sko, mitt fyrsta svar, ég sný tánum upp ef ég er líkamlega þreyttur. Bara í sófanum, þá sný ég tánum upp. Ef ég er andlega þreyttur, þá fer ég út að ganga. Þannig að það er bara alveg öfugt. Eða fyrir ræktina. Af því að það skiptir máli hvernig þreytan er. En að berjast trúarinnar góðu baráttu, við getum gert það þreytt og óþreytt. Af því að ef við höldum áfram í trúnni að þá bara kemur, svo maður noti góða enska íslensku, nýtt dræf eða nýr drifkraftur. Og svo það annað með þessa trúarinnar góðu baráttu, það er misskilningur í sambandi við kristna lífið. Ég var að tala það á Omega daginn, krossin. Það eru margir, ég kem inn í kirkju og þá segir presturinn, við skulum signa okkur. Sami prestur, hann var að kynna bók út í
já, ég vona hann horfi bara á þetta, hann var að kynna bók hérna úti sem hann hafði skrifað úti í bókabúð og þá sagði hann, já, núna signum við okkur ekki. Ég veit ekki hvað það þýddi, en allavega, ég held að merkingin á bakvið að signa sig að nú ég krossfestur þessa stund. Svo kem ég út úr kirkjunni og þá ég ekki krossfestur lengur, eða það allavega minn skilningur. Svo förum við að jarðaför og þá gert krossmark yfir kisturnar. Og ég las einu sinni bók að þessi krossmark siður, þetta var gert hérna á öldum áður og þetta var kallaður heiðinn siður. Af hverju? Af því að fólk trúði að krossmarkið myndi reka burtu drauga og illa vætti. Þannig að þetta ekki endilega kristinn siður þegar þú gerir svona yfir kistu, vegna þess að krossin, það talað gildi krossins í kristinni trú og gildi krossins snýst það fyrsta lagi að Jesús gaf sitt líf á krossi. Öðru lagi að við tökum upp krossin fyrir hann í okkar daglega lífi. Og til hvers tökum við upp kross? Jú, þegar þú ert krossfestur þá getur þú ekki gert það sem þú vilt. Og Páll hann orðar þetta svona, svo þið gerið ekki það sem þér viljið gera. Og hvað eigum við þá að gera? Jú, þá gerum við það sem Kristur vill gera. Sjáðu að ef þú ert kristinn, þá gerur það sem Kristur vill gera en ekki það sem þú vilt gera. Og Páll orðar þetta svona, ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Og þessi boðskapur, hann ekki endilega kynntur í öllum kirkjum. Fólk segir bara, heyrðu, komdu bara til Jesú og þá verður allt miklu betra. Hann berði á örmum sér sem hann gerir, en hann biður þig líka að taka upp krossin og leyfa honum að lifa í gegnum þig. Og það talað að þetta orð krossins, það heimska fyrir þá sem ekki trúa. Biblían segir það heimska og margir segja þetta þvílíkt endemis bull og að það hálfa væri nóg. En þetta Guði þóknaðist að ná til mannkynsins með heimsku predikunarinnar, segir Páll postuli, vegna þess að menn geta ekki fundið Guð með allri þeirri tækni og þekkingu sem heimurinn hefur upp á að bjóða. Menn geta bara ekki fundið Guð nema á einn hátt og það með því að auðmýkja sjálfan sig og trúa, beygja kné sín og trúa. Og maðurinn Jesús Kristur, hann kom hérna og hann lagði veginn fyrir okkur, hann sýndi okkur hvernig við gætum gengið þennan veg, barist trúarinnar góðu baráttu og í Getsemani þá sagt að hann hafi barist og hann hafi komist í þvílíka örvæntingu og örvinglan að hann átti bara erfitt með að halda út. Þetta var maðurinn Jesús Kristur. Maðurinn Jesús Kristur. Og það segir að hans var freistað á allan hátt. Sumir segja, nei, Jesús það var ekki hægt að freista Jesú. Jú, hans var freistað á allan hátt. Hann stóðst allar freistingar. En í Getsemani sagði maðurinn Jesús Kristur, hann sagði, Faðir, ekki minn vilji heldur þinn. Ekki minn vilji heldur þinn vilji. Ekki minn vilji heldur þinn vilji. Og viti menn, þetta kjarninn í kristnu lífi. Sonur Guðs, hann lagði þennan veg fyrir okkur og hann sagði við föðurinn, ekki minn vilji heldur þinn vilji. Og þetta snýst fyrir okkur flest barátta trúarinnar í daglega lífinu. Af því að það alltaf svo auðvelt að fara í okkar vilja í staðinn fyrir hans vilja. Og trúarinnar bestu, trúarinnar góðu baráttu. Og það bara gott að bara játa það að þetta barátta fyrir okkur öll. Stundum á maður í baráttu með að segja frá Jesú Kristi ef maður hittir einhvern út á götu.
En stundum, já, ég hef upplifað það að já, það erfitt, en þegar andi Guðs knýr á mann, að þá bara kemur það. Og ef maður byrjar að þá kemur það og þá er sigur í trúnni. En Jesús í Getsemani, ég held að við getum ekki sagt að það hafi verið kulnun í starfi, langt frá því, hann barðist eins og ljón og það er sagt að það komu blóð, hann svitnaði bara með blóðdropum og hann gaf síðan upp líf sitt og sagði ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Það er ein önnur hlið á trúarinnar góðu baráttu að það er þegar að ég talaði það daginn og mér langar að nefna það bara einu sinni enn. Af því að þetta er eitthvað sem við erum alltaf að fást við. Það er sagan Móse, Ísraelsmenn, þeir fara út úr Egyptalandi. Móse kemur með orð Guðs til þeirra og segir, Guð ætlar að leysa ykkur. Allir ægilega glaðir, flott lofgjörða samkoma. Daginn eftir, þá fer allt á annan veg. Og mér dettur í hug, við byggjum fyrir einhverjum sjúkum á samkomu og daginn eftir verður hann helmingi veikari. Hvað gerum við þá? Við lofum Guð hérna þegar við báðum fyrir honum og honum finnst hann vera betri og svo fer hann heim og hann hringir daginn eftir miklu veikari. Og læknarnir segja, nú á ég bara stutt eftir og bla bla bla. Sjáðu til, sagan hérna, hún segir okkur að það leið ákveðin tími. Og þeir fóru Ísraelsmenn fóru að rífast við Móse og þeir ætlaði að grýta hann og sögðu, heyrðu, þetta orð sem þú komst með, það var bara ekkert satt. Þetta bara virkar ekki. En þegar við klárum söguna að þá fer Móse að rökræða við Guð. Móse hann hélt áfram í trúnni. Hann endilega barði ekki Biblíun í hausinn á fólkinu, það var kannski ekki Biblía þá, en sjáðu til, hann hélt áfram í, hvað gerði hann? Hann fór að rökræða við Guð. Hann sagði, Guð, þú sagði þetta, af hverju gerist þetta ekki? Og ég held að það sé gott fyrir okkur að rökræða við Guð. Guð, ef þetta gerist ekki eins og þú segir, hvað er í gangi? Hvað á ég að gera? Hvað gerum við næst? Móse gerði það og Guð sagði við hann, heyrðu, farðu bara og talaðu við Faró. Ég er búin að því, sagði Móses, gerðu það bara aftur. Og ég þakka Guði fyrir Móse að hann hlýddi. Af því að stundum þurfum við að takast á við að berjast þessari trúarinnar góðu baráttu og berjast á móti okkur sjálfum og gera það sem Guð segir okkur að gera. Móse, hann talaði aftur við Faró og dyrnar opnuðust og Ísraelsmenn fóru út. En það leið langur tími þarna á milli og þegar að Guð leiddi það út, þá voru allir svo dauðir og vantrúaðir að það hafði enginn þeirra trú. Þeir bara gátu ekki hlustað á Móse, en Móse hann bara dróð það út. Og ég þakka Guði fyrir Jesú að stundum dregur hann mig út. Hann stundum dregur mann áfram þegar maður er alveg búinn á því og gefur manni nýjan kraft. Þannig að lokum að Guð, hann hefur gefið okkur vopn til að berjast í þessari trúarinnar góðu baráttu. Og í 2. Korinthubréfi 10. kafla, 4. versi að þá er sagt að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarnesk. Þú færð ekki AK-47, þó þið kannski langir til þess. Þú færð orð frá Guði sem hann segir að hann leggi sitt orð í þinn munn og þetta orð verður eldur sem eyðir og hrekur burtu illar tignir og ill völd í kringum þig. Þannig að vopni sem við berjumst með, þau eru ekki jarnesk, þau eru máttug vopn Guðs. Og ég hef séð illa anda fara út af fólki, ég hef séð fólk læknast á samkomu, ég hef séð að þessi vopn þau virka. Og svo er eitt annað sem að Guð hefur gefið okkur, sem er alveg frábært vopn og sem að margir hafa hlegið mikið að. Ég man að einn vinnufélagi minn, hann reyndi að herma á eftir því og hló mikið. Það er það sem Guð gaf lærisveinunum á hvítasunnudag, tungutal.
að við getum talað á öðru tungumáli. Það er eins og rauði síminn í Hvítahúsinu, það er bein lína til Guðs. Guð, hann hefur gaf þeim á hvítasunnudag tungutal. Og ég man að hann Alan Taylor bróðir okkar, hann sagði að þetta væri, sem hefur predikað hérna nokkrum sinnum, besta vopnið til þess að byggja sjálfan þig upp. Þetta er andleg líkamsrækt. Þú byrjar að tala við Guð, þú skilur ekki endilega hvað þú talar, en samt þú finnur að það gerist eitthvað innra með þér. Að þú ert að tala inn í leyndardóma og Guð talar við þig tilbaka. Þannig að ef þér finnst þú ekki geta barist trúarinnar góðu baráttu og þú átt þetta tungumál, byrjaðu þá bara að tala. Og þá kemur þrótturinn, þá kemur krafturinn og þú byrjar, já, ég vil berjast. Nú vil ég berjast. Þannig að það er bara þannig. En fyrir þá sem að kannski, já, finnst þetta ennþá fyndið með tungutalið, ég veit ekki hvort ég hafi öll skilning á því, að á hvítasunnudag þá töluðu þeir allir tungu sem allir skildu. Og ég hef upplifað það að tala tungumál sem ég ekki skildi, en kona við hliðina á mér skildi. Hún sagði, þú varst að tala á arabísku, þú varst að tala, þú varst að segja að faðirinn væri að kalla á barnið sitt vegna þess að hann vildi mæta því. Ég skildi ekki hvað ég sagði, en konan við hliðina á mér skildi hvað ég sagði og það köllum við yfirnáttúrulegt. Að Guð, hann getur gefið okkur tungumál, hefur gefið okkur tungumál, þar sem við getum talað bæði óskiljanlega og skiljanlega. Það segir líka að þetta er tungumál manna og engla. Þannig að Guð, hann er ennþá Guð. Baráttan, hún snýst kannski ekki bara þetta líf, heldur hvort við elskum meira þetta líf eða eilífa lífið. Og ég skal alveg játa það er barátta fyrir mig stundum. Við viljum öll lifa. Og Guð hefur lagt það niður í hjörtu okkar að lifa, en viljum við fórna einhverjum hluta af þessu lífi fyrir aðra til þess að eignast betra líf þegar þessu lífi lýkur. Það er spurningin. Að hvort elskum við meira. Og þá kemur trúin inn. Trúi ég þessu virkilega? Eða er þetta bara bull? Er þetta allt búið þegar ég fer hérna? Það eru margir sem trúa því, en ég er sannfærður að það er líf eftir þetta líf og það er miklu lengra heldur en lífið sem ég lifi í dag. Það er alla eilífð. Hann segir, bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla eilífa lífið. Að lokum ein setning. Ef þér finnst þú vera veikur að berjast og hafa verið slappur í baráttunni, að þá segir Biblían að það er engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Jesú Kristi. Jafnvel þó við getum ekki barist alltaf, þá er einhver til að berjast fyrir okkur. Móse, hann barðist fyrir Ísraelsmenn þegar þeir gátu ekki barist. Þeir eru búnir á því, þá kom Móse og hann barðist fyrir þá, hann leiddi þá út. Sjáðu, ef við erum stundum svo, bara uppgefin að við getum ekki barist, að þá berst Jesús fyrir okkur, systkin okkar berjast fyrir okkur og Páll hann segir, mátturinn, hann fullkomnast í veikleika. Máttur Guðs fullkomnast í veikleika. Þannig að orð Páls standa eftir þar sem hann segir, Tímóteus, bestu trúarinnar góðu baráttu. Sama hvort þú ert þreyttur, ekki þreyttur, bestu bara trúarinnar góðu baráttu, það er við höldum áfram að trúa á Guð sama hvað. Amen. Segi bara Drottinn, takk fyrir bara að þú tala til okkar í þínu orði og þakka þér fyrir það, Faðir Guð, að þú opinberar sjálfan þig í orðinu þínu og Drottinn, ég bið þig fyrir þjóðinni minni, Íslandi. Það er bæn mín, Drottinn minn, að orðið þitt megi útbreiðast og það megi fara inn í skólana, Drottinn, í Jesú nafni. Drottinn,
Börnin þurfa á þér að halda. Jesús, þú sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim ekki. Og eins og þakkláttur drottin Jesús fyrir það að þú tókst mig að þér og þú hefur verið með mér allt mitt líf, Faðir. Ég bara þakka þér fyrir það og ég þakka þér fyrir að þú vilt mæta einum og sérhverjum hér í dag. Þakka þér fyrir að andið þinn er hér og þakka þér fyrir að drottin að þú talar. Þú talar fyrir orðið þitt, þú talar fyrir anda þinn, ó Guð. Og þakka þér fyrir að þú vilt mæta einum og sérhverjum inni hér í dag. Og þeir sem eruð að horfa á netinu, ég bara þakka ykkur fyrir að vera með okkur í dag og við erum að slíta þessari útsendingu og ég bara segja að Jesús Kristur, hann er svarið við öllum vandamálum þessa lífs. Af hverju segi ég það? Jú, af því að maðurinn var skapaður fyrir samfélagið við Jesúm Krist og ef þú ert hjól sem er búið til að vera undir bíl, að þá hefur ekkert að gera nema undir bílnum. Alveg er það með okkur mennina, við erum eins og hjól sem erum, eða limur á líkama Krists sem erum sköpuð til að vera með honum, í honum og án hans fungerum við mjög illa. Þess vegna segi ég, Jesús Kristur er svarið. Og besta lausnin er að taka við honum og bjóða hann velkomin inn í okkar líf og leyfa honum að stjórna okkar lífi. Amen. Það er einn kór sem að mér langar, Snorri endar og svo er einn kór sem mér langar að kenna ykkur.